Dómarnir til aðstæður eru Atli Haukur Arnarsson og Ragnar Þór Bender, svo eru varadómari Arnar Þór Stefánsson. Það eru KR-ingar sem að byrja með boltan. Það vantar auðvitað leikmenn í bæði lið. Hólmfríður Magnúsdóttir, hún er ólétt og getur því ekki verið með KR-ingum. Ekki núna og ekki í sumar. Það er einmitt svipað þarna í valsliðinu, Margrét Lára Viðarsdóttir og Elísa Viðarsdóttir. Það eru báðar óléttar einnig, svo er Elín Metta Jensen meidd. Það valsarar. Ekki að gera sem mat á þessu. Færa þetta hér yfir hægra megin. Eva María reyndi með sendinguna inn. Isabella að elda. Það er markspyrna sem að KR á. Við förum svona í gegnum gengi þessara liða í Reykjavíkurmótinu þetta árið. Sjáum við það að KR vann sinn riðil eða A-riðil. Með 2 leiki og gerði 1 jafntefli með markatöluna 5-1. Unnu Fjölni ÍR og gerði svo jafntefli, markalaust jafntefli við Fylki. Meðan vann Valur sinn riðil nokkuð örugglega. Vorum HK Víking og Þrótt í D-riðlinum. Unnu báða leiki með markatöluna 14-0. Svo eru yfirburðir. Hlín Eiríksdóttir búin að vera gríðarlega öflug með valsliðinu í þessu móti. 5 mörk. Það kemur skot sem að Ingibjörg var góðum tökum á. Fyrsta alvöru færi leiksins. Kemur hann á 3. mínútu. Kemur Katrín. Sendir hann aftur niður á markvörð. Valsliðið spilar þetta bara upp, niður í vörn. Kemur Sandra út. Færa hann hér út að hægra megin. Bolti fyrir á Málfríði. Góð bolti inn á vinstra megin. Já, þetta er fínt bolti. Svo langur og fer út af. Og kemur innkastið á KR-ingum. Já, Katrín að skalla hann aftur fyrir sig. Innkast sem Valur á. Kemur Katrín. Og kemur Málfríður. Sendir hann út hægra megin, það er Eva. Hér kemur fyrirgjöfin en aðeins og hálf bolti og yfir markið. Það er markspyrna. Já, fínasta
pressa hjá Valsliðinu hér í byrjun leiks. Svo boltinn út á Hugrún. Hugrún kemur hann upp. Og Mónika í baráttunni. Það leysa svo vel með þessu Isabella. Betsy inn í boltaræðinni. Það kemur Katrín. Setur hann á Betsy. Kemur svo út vinstra megin og svo kemur fyrirgjöfin. Þetta var ágætis tækifæri fyrir KR-inga. Katrín að halda þessu inn á. Já. Katrín með boltan. Reyna að verjast þessu. Farið að ógna núna. Já, þetta aukaspyrna. Sýnist að vera Margrét María sem að til þetta brot. Sandra fær hann hér út hægra megin. Hallgerður fer hann niður. Vel gert en enn og aftur langur bolti. Hallbera reyndi að finna samherja, tókst ekki. Kemur aukastið. Þetta hreinsað frá Katrín. Kemur boltanum út hægra megin, aðeins og langur bolti. Kemur Málfríður. Spilar þetta bara niður. Málfríður vinstra megin, hann kemur Hallbera. Hallbera, hún heldur bara áfram. Hún býður svo upp á fyrirgjöf. Þetta hreinsað frá. Já, kemur Ásdís. Reynir að koma boltanum frá sig, tekst ekki. Mónika núna. En aftur missa KR-inga boltan. Binnan strax aftur Mónika, sendir hann niður. Kemur út hægra megin, hann kemur Þórunn. Þetta virkilega vel spilað. Kemur Margrét María, ætlar að senda hann upp en sýnist að vera svo Margrét Edda Líam sem ætlaði hlaupið. Fær hann aftur yfir. Hallgerður. Kemur Málfríðina. Já, mikil barátta í Evu. Og nú reynir Ásdís Karen að snúa en Ingunn ætlaði þó ekki að fara hlaupinu neitt. Aukaspyrna sem Valur á. Kemur Skaga drottningin, Hallbera með þessa aukaspinnu. Þetta fínasta aukaspinna, boltinn dettur hann fyrir Ingibjörgu en hún að halda þessu örugglega. Þá kemur Katrín. Sendir niður á Ingunni og hún færir þetta yfir hægra megin, þar Þórunn. Margrét reynir að færa hana.
færa boltan yfir hægra megin, tekst ekki. Valslið kom með hann bolta aftur. Spiltar niður hægra megin, Málfríður hægir boltan upp. Katrín kemst inn í boltan. Betsy baráttunni. Ingunn, þetta hræðileg hreinsun hjá henni. Hvað gerir Ásdís? Ásdís með skotið og frábær varsla með löppunum þarna. Ingibjörg sá við henni þvílíkt dauðafæri. Virkilega vel gert þarna. Fyrsta dauðafæri leiksins komið. Var sem á það. Ásdís Karen hefði klárlega átt að gera betur en ekki að taka neitt af þessari vörslu. Nei, koma þær. Ásdís með skotið. Fyrir í varnarmann. Það var alltaf Káringar að keyra hratt. Margrét. Boltinn best á Söndru. Hópurinn fyrir Algarve mótið var kynntur núna á dögunum. Sandra Sigurðar auðvitað í hópnum. Hallbera Guðný Gísladóttir einnig þar. Þá Hlín Eiríksdóttir líka í honum. Þarna kemur frábært skot. Það nunaði litlu. Stefania Ragnarsdóttir sem átti þetta. Hlín Eiríksdóttir spilaði sem fyrstu landsleiki með Íslandinguna gegn Norðmönnum síðasta mánuðinn. Þeir eru örugglega eftir að vera fleiri í framtíðinni. Það einhver vandræðingur. Koma svo fram. Málfríður nær ekki að vinna þessa baráttu en koma þessa bolta niður á Söndru og endanum. Kemur langur bolti fram. Þórunn hreinsar þetta. Berst boltinn inn á miðju. Betsy reynir einhvern veginn að koma boltanum frá sér, vinnur aukaspyrnuna. Kemur Betsy, já, reynir að fá spilið þarna með Móniku. Engastið, Eva. Stefán inn í boltan, engast sem að Valur á. Kemur Engastið, finnur Ásdísi. Málfríður. Finnur Hallberu. Valslið svona töluvert sterkari aðilinn sagði svona fyrstu 15 mínútur. Svo að fá tvö frábær færi til að skora.
Ingi Björk eins og hann að vera frábær í markinu. Vel spilað. Eva. Færa svo yfir löfni sína. Katrín vinnur hennan. Færa svo niður. Margrét María. Koma honum upp. Það er svo langur bolti fyrir Betsy. Hallgerður færir hann upp. Málfríður. Gunn kemur þessu bolta í innkast. Aftur í spil. Sofía þarna á miðjunni. Var í þessa sendingu, gengur ekki upp. Betsy. Katrín. Ingunn færir yfir hægra megin. Mikil pressa frá Val núna. Já, gengur upp. Stefania. Sendir hann Ásdís með boltan í teignum. Ásdís. Aðeins að klappa boltanum svolítið lengi með hann. Verður ekkert úr þessu. Málfríður. Ásdís. Það er niður vinstra megin. Það er Hallberg Guðný. Kynning vinstra megin. Finna Hallberg aftur, gerir það. Málfríður. Já, þarf að taka Mónika á, kemur svo með fyrirgjöfuna. Ekki nóg mikill kraftur í henni. Þessari fyrirgjöf. En Valur heldur boltanum. Innkastið, Málfríður. Kastar hann með Evu og missir hann út af. Ingi Björk ætlar að taka markspinnu. En við förum yfir Reykjavík mótið svona frá upphafi eða frá 1982. Svo fyrir við meistaraflokki. Það var KR og Valur iðulega að spila til úrslita. Tvö sterkustu liðin í Reykjavík árabil. Kemur innkastið.
lýsa þetta frá. Vel gert þarna, Þórunn reynir að finna saminu, gengur hins vegar ekki. Sofía vinnur hennar bolta, Málfríður kemur hún niður, Sandra. Málfríður fær boltan aftur, kemur hún inn á miðju, Isabella það ekki að búið til út af þessu. Hallbera færi boltan niður. Niður á Söndru. Hallgerður. Yfir. Hægra megin, það Málfríður. Aftur á Hallgerði. Þetta er vel spilað, þá kemur Ásdís. Hvað gerir Ásdís? Já, kemur svona miðju. Hún fær boltinn hægra megin. Málfríður. Eygló. Þetta boltan hana, fær núna boltan aftur, Eygló. Kemur hún boltanum inn í tegin en þar var enginn til að taka móti honum, þannig Ingibjörg komið hann í sínar hendur. Betsy fara niður og það er Sofía. Já, þetta er vel spilað hjá KR-ingum. Kemur hann út vinstra megin en sending rataði ekki. Andrea, vel unni bolti þarna. Kemur Hugrún. Vildur hún meina að það hafi verið brotið á sér en dómarinn ekki sammála því. Sandra fær hann út vinstra megin. Já, Hallbera með að halda þessi ná. En svo Isabellu. Þá kemur Stefania. Já, hún er að halda jafnvægi. Þá fer Ásdísinn í tegin. En þessi bolti fyrir svo frá Móniku og hún kemur svo aftur í leik. Katrín. Já, reynir hann að senda ykkur inn fyrir. Það er búið að misreikna hlaupið. Boltinn hann á vinstra megin. Hallbera fær þetta bara aftur niður. Já, þetta er fyrsta sending. Ásdís. Betsy vinnur hann að bolta frábærlega. Þannig vill hún vinna þessi aukaspinna. Fær hann ekki. Ásdís er að koma úr vinstra megin. KR ekki að vinna boltan enn og aftur. Margrét. Sofía. Stefania vinnur þennan bolta. Valur varð Reykjavíkurmeistari í fyrra. Unnu Fylki 3-1. Elín Metta Jensen gerði þar 2 mörk og Margrét Lára 1. KR varð síðast meistari 2015. Margrét
Lára var atkvæðamikil í báðum síðustu Reykjavíkurmótum sem Valur hefur unnið 2016 og svo 17. Þriðja ári í röð gæti komið núna en skulum sjá hvað gerist. Eva, já, vinnur innkastið. Kemur innkastið. Já, spildar niður, hann Málfríður. Bolti út vinstra megin. KR ekki reyna að verjast þessu. Það hornspyrna sem Valur á. Hér kemur hornspyrnan, Hallberg með hana. Já, inn í teginn og hér kemur skallinn. En þessi bolti aftur fyrir endamörk. Sýnist bara að vera markspyrna. Sem KR á og Katrín að taka hana en Eygló fer fyrir boltan og fær gult spjald fyrir vikið. Þetta bara má ekki. En góð taktísk leið til þess að hægja á þessari sókn sem að KR ætla að fara að byggja upp. Núna hlýtur að koma bolti. Já, það ekki flugi. Já, koma Valsarar, Ásdís eldir. Já, hún ákveður að taka boltan. Hér kemur hún. Já, spilur hún niður. Þar Hallberg og Hallberg kemur með fyrirgjöfina og engin leikmaður Vals mættur til þess að klára þetta. Kast sem að KR á fyrst hugur að taka þetta og gerir það, kemur Betsy til hjálpar. Ásdís vinnur svo boltan. Eva einu svo fyrirgjöfina, henni skalla frá, kemur Mónika og Eygló kemst inn í þetta. Katrín byrjar að handa á lofti, samt á bolti í Egilshöllinni. Betsy, Sofía, kemur Hallberg inn á miðju, Stefania, Málfríður, spilar þetta bara niður, Hallgerður, Málfríður fær boltan hægra megin. Já, þetta flottu bolti, það Ásdís komin hægra megin í tengnum en nær ekki að gera neitt. Ingun hana. Það var barist hressulega undan í henni. Bolti. Sandra. Fær hann út hægra megin. Hugrún. Eva. Reynir að hafa boltaði, sparka þessu frá. Hugrún. Já, fer ekki upp í þetta.
Hallfríður. Stefanía. Eva. Já, hér kemur fyrirgjöfin. Þetta fín fyrirgjöf og boltinn á fjær en Hallbera nær ekki að pota þessi inn. Og markspyrna. Það munaði litlu. Við fengum að sjá fyrsta markið en við þurfum eitthvað að bíða eftir því. En eins og ég kannski fara yfir á hann við Sigurvera Reykjavík mótsins, það er ótrúlegt að fylgjast með þessu og sjá að það hefur bara verið KR og Valur sem hafa átt að sigra þetta mót frá 82. Valur hefur vissulega oftar þriðji titillinn í röð. Já, þetta er Ásta Ásdís klálega fyrir innan. Þetta mót 11 sinnum, Valur 25 sinnum. Það er alveg magnað. Kemur Sandra. Hallgerður. Málfríði. Færir þetta aftur yfir á Söndru. KR lítið ógnaði í þessum fyrri hálfleik. Það hefur eiginlega bara verið einn Vals. Ef ég hafa verið alveg reynskilin þá held ég að sé tímaspursmál hvenær Valur setur fyrsta markið eins og þetta er að þróast núna. Svo getur vel verið að ég sé bara að jinxa þetta. Kemur Sandra, fær mot vinstra megin. Hallgerður. Fær mot hægra megin. Eva. Ásdís. Það ætla að reyna að taka Inguna á þarna. En fær hornspyrnu. Hallbera sem tekur þessa hornspyrnu. Já, vel þétt þarna inn í teignum. Þetta skalla frá. Ekki með skotið, það er ekki nógu fast og innkast sem að Valur á. Hrafnhildur Hauks sem ætlar að taka það. Hallbera. Enginn að bjóða sig, Hallbera þarf að leita niður. Færa svo yfir Hallgerður. Kom bolt út vinstra megin. Hallbera, hún er ennþá með boltan.
Sendur hann niður. Kemur Hrafnhildur. Kast sem að KR á. Katrín. Færir þetta niður, það Ingibjörg sem fær boltan. Eva. Og Ísabella með baráttunni. Tapar henni. Miklar hreyfingar í gangi á Gjum Betsy. Og reynir hann sendingu upp fyrir og býtur við og Margrét eldir. Þetta leit ágætlega út. Margrét Edda sem eldi þennan bolta. Sandra las þetta. Við á, kemur Stefani á, kemur fyrirgjöfuna. Boltinn fer í Ásdís og svo kemur önnur fyrirgjöf. Eva færir hann niður. Og kemur Málfríður með fyrirgjöf sem heppnast ekki alveg nógu vel. Nú fær boltan aftur. Eva. Kemur Ásdís. Kemur fyrirgjöfin svo. Og það kemur á fjarstöng og Hallbera Guðný Gísladóttir er að skora fyrsta mark leiksins. Til laglega fyrirgjöf, sýndist Eva eiga hana. Þetta mark var alltaf á leiðinni, búin að eiga nokkur færi. Nokkur dauðafæri og þarna kom það virkilega vel klárað hjá Hallberu á fjárstönginni. Ingibjörg kom engu vörnum við. Valur 1, KR 0. Þar KR liðið að færa sig framar á völlinn, það nokkuð ljóst. Jóhanna Besins væntanlega ósátt við það að ná ekki að halda nullun inn í hálfleik, þá væri leikurinn sennilega allt annar í þeim síðari. Hér kemur Margrét María, missir boltan. Kemur Ísabella. Færir hann inn á miðju, Stefania yfir vinstra megin, það er Hallbera. Inn á Ásdísi, Ásdís. Út hægra megin, kemur Eva. Færir hann yfir, vinstra megin. Hrafnhildur með fyrirgjöfuna. Já, þetta er skemmtilegu bolti. Og Ísabella, en þessi fyrirgjöf er ekki nógu góð. Ingibjörg tekur hennar bolta. Kemur strax í leik, Betsy. Betsy sendir þetta niður, Hugrún. Býtur nú við, Ingibjörg í einhverju vesenni, nær að senda þetta frá sér á Ingunni. Ingibjörg hefur greinlega gaman að því að vera með boltan í löpunum. Svona Ederson, Allison fílingur í henni. Sandra tekur hennar bolta. Kemur Málfríður. Hallbera. Kemur þessu fyrir en Ingunn, alltaf er Ingunn mætt þess að redda málunum.
Þórunn fær þetta niður. KR að spila þetta ágætlega úr þessu. Sonja fær hann yfir á Margréti. Margrét, hvað ætlar hún að gera? Fær hann út hægra megin og býtur við. Hér kemur skoti, frábær varsla og Söndru og þeir reyna aftur. Áfram heldur sóknin. Fyrsta alvöru færi KR-inga og þetta var alvöru færi. Sandra þurfti að taka stóra sínu þarna. Þetta er betra frá KR-liðinu. Ásdís reynir skotið en Þórunn kemst fyrir boltan. Það er hornspyrna. Hallbera Guðný eins og svo oft áður tekur þessa hornspyrnu. Svakalega vinstri fótur á henni. Ekki með hornið og það er skallað þetta áfram en vildi nú fá eitthvað, vildi meina hendi síns mér. Kemur Betsy. Boltur inn á, nei, innkast. Betsy tekur það strax. Margrét þetta, setur hann aftur upp á Betsy. Ákjöfum bolti fyrir Katrín og við vartanleikur hann hjá varsliðinu. Kemur Hugrún. Bella, hei! Hei! Bella! Já, ekki lásaður þetta. Kemur Betsy. Nú kemur fyrirgjöfin og Sandra kýlir þetta frá. Monika rétt með sánum og hér kemur svo skoti. Hún kiksa boltan. Og svo skoti og það var KR að jafna metin á 43. mínútu. Virkilega vel gert. Virkilega vel gert. Monika sýnst mér sem skoraði þetta mark. Eitt. Já, það stefnir í að þetta verði hörkuleikur. Þetta er nóg eftir, síðara hálfleikurinn eftir líka. Spurning hvort við fáum annað mark hérna áður en fyrir hálfleikurinn úti. Kemur Málfríður, sendir hann niður. Kemur Margrét. Fær þetta niður, Katrín. Björg. Katrín. Sendir þetta niður. Katrín verður að spila skemmtilegt hlutverk í þessu KR-liði. Að dreifa boltanum. Þetta er djúp á miðjunni. Þá kemur varsliðið. Málfríður. Heldur áfram, Monika er í henni.
Já, vel gert hjá henni. En það hornspyrna sem Valur á. Og þá hlýtur Hallberg að skokka hinum megin. Hér kemur hornið. Boltinn inn í teig og þá kemur skallinn en Málfríður nær ekki að koma þessu á markið. Fínasti bolti á fjarstöngina. Við 45 mínútur á klukkuna. Já, það bara flautað strax af til loka fyrirháleiks. KR 1, Valur 1. Frábær leikur, Valsliðið byrjaði þennan leik á að pressa mjög hátt, áttu fjölmörg færi og voru að gera ágætis hluti áður en Hallberg Guðný kom að lifir með góðu marki af stuttu færi á fjárstönginni. Það var Mónika Hlíf Sigurhjartardóttir sem að jafnaði metin með góðu skoti eftir þunga sókn KR. Sókn sem að hófst allt á hornspyrnu. En við ætlum að taka okkur örstutt hlé. Svo komum við aftur inn í síðara hálfleikinn sem verður pakkaður af spennu og mörkum vonandi. I must say I've never quite seen a house like this. Do you believe in ghosts, Doctor? This spirit has a power we've not seen before. This is not real. She would die to save us. You leave my family alone. Winchester, komin í sambíóin. Verslunartækni. Allt fyrir verslanir, vöruhús og lager. Verslunartækni, Draghálsi 4. Krabbamein kemur öllum við. Farðu inn á lífiðernúna.is og legðu þitt af mörkum. My son, it is your time. Confrontation ain't nothing new to me. The Black Panther lives. You can bring a bullet, bring a sword, bring a morgue, but you can't bring the truth to me. The world's gonna start over. This is my time. This ends today. Recognize your false confidence and calculated promises all in your conversation. Black Panther, komin í bíó. Aren't you something
something to admire, 'cause you shine on something like a mirror, and I can't help but notice you reflect in this heart of mine. If you ever feel alone and the glare makes me hard to find, just know that I'm always parallel on the other side. 'Cause with your hand in my hand and a pocket full of soap, I can tell you there's no place we couldn't go. Just put your hand on the past, I'll be trying to pull you through. You just gotta be strong. I don't wanna lose you now. I'm looking right at the other half of me. The big can see the sand in my heart. There's a space and now you're home. Já, Sofía Elsí Guðmundsdóttir kom út á hjá KR. Þá held ég að séu bara allir góðir. Og við getum bara að fara að byrja þennan leik. Síðari hálfleik. Guðrún Karítas er frá Akranesi. Spilaði einnig með Stjörnunni og kom svo og KR. Sigurður Jónsson er faðir hennar. Spilaði með Arsenal og auðvitað Skagamönnum. Eitt sá allra harðast í bransanum. Þá held ég að við séum bara tilbúin í þennan síðari hálfleik. Þá var hann hafinn. Valsliðið sem byrjar með boltan, kemur Málfríður. Settur hann niður hjá Hallgerði. Fær þetta út á Málfríði. Þetta er vel spilað hann það. Aftast. Málfríður hérna. Kemur Hrafnhildur. Kemur Málfríður, fær hann út hægra megin. Kemur boltinn hann inn fyrir. Hvað gerir Ásdís? Ásdís reynir að koma hann fyrir. Koma KR-ingar þessu fram. Innkastið. Betsy. Það var stutt spil en Valur fær innkastið svo veldur eitthvað að þvælast full mikið í þessu litla svæði þarna. Gaman að spila þessu vel sín á milli. Eygló kemur svo bolta upp í loftið. Katrín. Já, gerir þetta vel. Góði snúningur á henni. Kemur svo niður vinstra megin. Hugrún. Gunn. Kemur Ingibjörg. Það þetta yfir. Jóhann gerir þetta vel. Þórunn. Engin pressa á hana og hér kemur svo pressan. Hildur alltaf að reyna að fara í hennar bolta. Jóhanna ætlar að taka þetta í kast. Já, Katrín. En hún var enginn þarna til þess að taka á móti þessum bolta. Málfríður kemur niður á Hallgerði. Málfríður.
Bikarinn í kvennaflokki er þegar hafinn. Valur vann Þór Káa á sunnudag 1-0. Ásdís Karen skoraði sigurmarkið þegar hálftíma var eftir. Valur búinn að spila 2 leiki. Valur vann svo FH 4-0. Það kemur svo sendingin frá Moniku. Ekki góð sending að vinna hornspyrnu. Þórun kemur með fyrirgjöfina en ekki nógu góð, reynir aftur, skallar frá, Eygló kemst inn á bolta en Ísabella missir hann, kemur Hildur. Ísabella sendir nú miðju, Katrín kemst inn í boltan. Margrét María en Eygló vinnur hann, kemur hann niður. Þrjár í þessu valsliði sem er á leiðinni til La Manga með 19 kvenna. Ásdís Karen, Stefania Ragnarsdóttir og Eygló Þorsteinsdóttir. Það er allar á leiðinni þessar æfingabúðir. Ásdís kom frá KR í Val. Virkilega mikið efni. Kemur Þórun, farið það niður á Ingunni. Nei, maður er ekki alltaf þessi ná. Gert þarna. Það er svona nokkuð rólega stað í Írshöllinni. Katrín kemur með háan bolta út vinstra megin en það er reddað þessu á, kemur Guðrún Karítas. Sendir þetta yfir á Ásdísi. Ásdís út hægra megin. Kemur Málfríður. Kemur fyrirgjöf henni. Þetta er fínasti bolti en ná ekki að taka á móti þessu. Þetta var virkilega góð fyrirgjöf. Það er bara að vera betur staðsettar og bara aðeins upp á mótruguna. Eygló. Virkilega sterkur miðjumaður. Það er einhverju basli með skóinn.
Ásdís. Færa nú hægra megin. Þetta vel gert. Hvað gera nú? Guðrún. Reynir skot. Hugrún komst fyrir þetta. Friður. Hallbera. Hildur, kemur sinna miðið, það er Katrín. Óbóðslega sem að Katrín á eftir að reynast mikilvægi þessu KR-liði í sumar. Með endalausa reynslu þarna á miðjunni. Endalausa. Valur á aukaspyrnu og þetta er stór hættulegur staður fyrir leikmenn eins og Hallberu. Getur oft bara verið 50-50 á hún skori úr þessu. Ég held að það sé bara ágætt slíku sem ég er að gefa henni. Þetta við eitthvað smá meiðsli sýnist mér. Hvort þetta sé Ingunn. Sé það ekki, jú, ég síst það er hún. Já. Já, Hallbera er klár í þessa aukaspyrnu. Spurning hvort hún taki einhverja lúmska sendingu út hægra megin, en þetta er alltaf skot. Já. Hér kemur aukaspyrnan og þetta er rétt þarna yfir markið. Aðeins og hár bolti á Hallberu. Get ekki betur segja þessi skipting. Jú, það er skipting. Ingunn lítur að vera að koma á velli. Í hennar stað kemur Við má sjá það einhver skams. Kristín Erla Johnsen er að koma inn á. Ég kemur Hildur að missa á boltanum. Boltanum kastaði þetta vinstra megin. Kemur Hallbera. Hallbera með langa boltu vinstra megin. Það er Ásdís. Já, Ísabella gerir þetta vel. Færa hann svo yfir hægra megin. Guðrún, veit ekki alveg hvað það þarf að gera þarna, missi boltan, hann kemur Betsy. Já, þetta er aukaspyrna, hárrétt.
Káinningar með aukaspyrna. Þetta sparkað frá. Fínasti skalli. Þetta þetta niður. Margrét þannig með skemmtilega takta og Hildur við að komast inn á bolta en þessi farin út af. Skipting. Það vonandi að sjá þessa skiptingu innan skamms. Margrét. Kemur Hildur. Opnum boltan á fjær og Monika nálægt í hana. Mér sýnist Ísabella Anna Húbertsdóttir hafa komið að velli og Ragnar Guðrún Guðmundsdóttir inn á í hennar stað. Gefur boltinn niður. Hallgerður, hann frið. Bolt út hægra megin. Mikil harka. En KR-stelpur hafa betur. Katrín. Kemur Þórunn. Jóhanna. Kemur Margrét. Já, næri þessu boltinn á Petsi en hún bara ekki að taka nógu vel á mótunum. Sparkar Þórunn þessu lengst upp í loft. Hallgerður. Stís með fyrirgjónu, hann skoti rétt yfir markið. Já, hérna hér. Þarna munaði litlu. Þetta komur svo þrjum úr heiskjunu lofti. Mér sýndist þetta í fljótu bragði vera Eygló Kristjánsdóttir sem átti þetta skot. Þetta munaði litlu. Byrja á Úgna, gefur Margrét. Hrafnhildur. Eygló niður á Rögnu. Á Stís. Já, góð færsla. Hrafnhildur. Út vinstri megin, kemur Hallberga. Spilar þessi inn á miðju. Ragnar kemur út hægra megin en reynir að finna Guðrún hana. Kemur Margrét. Hildur með henni. Hildur fær boltan en næri ekki að gera neitt úr þessu. Hallberga. Stís eldir. Þórunn kemur þessu niður. Kast.
Já, það er ekki bara lítið strákur og kýlir þetta úr hennar höndum. Og Stís kemur boltanum á hægra megin. Guðrún nær ekki að finna Samir og kemur svo skotið. Heldur áfram að elta og það er bara hornspyrna. Þetta er þess að hornspyrnu, Hallberg ætlar ekki að taka hana sjálf núna, fær boltan, sendir hann aftur niður. Svolítið langsótt. Spurning hvort það verður eitthvað úr þessu, það er haldið samt áfram. Já, nei, missa boltan. Kemur Hallgerður. Hallberg. Fínasti bolti. Hildur eltir þetta. Kemur svo fram völlin og innkast. og 5 mínútur eftir þessu leik. Valsliðið aftur kom í svipaðan takt og var í fyrri hálfleik. Það er miklu meira með boltan og er að skapa sér núna. Spurning hvort að það sé mark á leiðinni. Margrét, Katrín reynir að finna. Samira Hildur var klár en boltinn ekki nógu góður. Hallberg, gott hlaup hjá henni, Hallberg og svo kemur fyrirgjöfin og boltinn dettur og hann voru nálægt í. Ásdísi í algjöru dauðafæri og hér kemur Ragna. Reynir að finna Stefaníu, tekst ekki. Þá fer Mónika á ferðina. Sendingin þarna sem hún reyndi ekki nógu góð. Kast. Ég má til með að minna á leik Hamas og HK klukkan 9 hér á Sport TV. Þetta eru 8 liða úrslit Kjörísbyggar karla. Það verður svo dregið í undanúrslitin á svona svipuðum tíma. Já, kannski það bil 9:30 skils mér. Kemur Katrín. Hallberg. Sandra finnur niður vinstra megin. Málfríður. Já. Sendir boltan yfir á Málfríði. Vinstra megin. Bolti, henni skalla burt. Já, Betsy vinnur þetta og það kemur Hildur. Hildur. Og hún er ekki að vinna. Það má reyna að koma þessi bolta fyrir. Allt og lengi að því. Boltaði sparkað fram og fyrr.
boltinn spilar hér í vörn aðeins. Við erum að finna einhverja leiðir gegnum þetta. Smá pressa frá KR-liðinu. Þær vilja ná í þetta annað mark áður en Valur gerir það. Vilja ekki fá sömu uppskrift á fyrri hálfleik. Hér kemur fyrirgjöf, það hornspyrna sem Valur á. Sjáum hvort það verður nú eitthvað á því. Hér kemur hornið. Já, þetta er fínasti bolti og þetta er mark. Já, það held ég nú. Valur komið yfir. Nú ég bara að reyna að skoða hver skora þetta. Þetta Hallgerður? Já, mér sýnist það á öllu miðvörðurinn. Það var frábær hornspyrna. Og eina sem Hallgerður þurfti að gera var að setja hausinn í þetta. Nokkrar mættar þarna á á næstökin að segja Valur 2, KR 1, 20 mínútur eftir. Það greinilega sama uppskrift og í fyrri hálfleik, en spurningin hvort að KR næri núna að setja einhverja pressu og reyna að jafna þennan leik. Sjáum hvað setur. Hildur elti þarna bolta, Málfríður þó með þetta undir kontról. Spila þetta þarna hægra megin. Það vinstra megin. Kemur Hrafnhildur. Katrín ræðst á þetta. Allt kemur svo niður á Söndru. Já, það spurning hvað KR-liðið getur gert til þess að fá eitthvað almennilegt spil í gang. Það var ekki verið að spila mjög ofarlega í kvöld, en núna farnir að færa sig aðeins ofar. En margir ljósir punktar eins og í KR-liðinu þó einnig hjá Val. Kemur Jóhanna. Fær smá plás. Kemur boltinn út hægra megin og Hildur með fyrirgjöfina. Þetta skalla frá. En KR ennþá með boltan. Missa hann klaufalega frá sér Ásdís. Ásdís, já, gerir þetta vel og færa hans út hægra megin. Já, þetta virkilega snirtilega gert. Svo kemur sendingin en hreinsað út af.
Ásdís virkilega skemmtilegur framherji. Hún var að spila mjög vel. Minnir mér svolítið á einhverja blöndu af Viljimettu Jensen og Hrefnu Huld Jóhannesdóttur sem að spila hér með landsliðinu og KR. Leikstíll þeirra skemmtilega svipaður. Kemur boltinn inn á út vinstra megin. Sendingin inn fyrir hornspyrna. Þarna tækifæri fyrir KR. Þetta skemmtileg vippa og hér kemur svo fyrirgjöfin einhvers konar blanda. Hildur, nei, nær ekki. Klapsar hann bolta til sín. Stefania í boltanum. Katrín eldir. Kemur Guðrún. Hver liggur þarna eftir? Sé það ekki. Er þetta Betsy? Mér sýnist það öllu. Þórunn Helga að reyna að veita henni andlega aðstoð. Já, þetta er ekki gott fyrir KR ef að hún er að glíma við einhver meiðsli. Virkilega skemmtilegur leikmaður. Betsy Hassett. Áhugaverður ferill sem hún hefur spilað fyrir landslið Nýja Sjálands. Margoft. Var einn á mála Manchester City, Werder Bremen, Ajax. Það eru svakaleg nöfn, það er nokkuð ljóst. Samt við KR árið 2017. Þá kemur landsliðið. Innkast. Fyrirgjöfin og Þórunn hreinsar þetta frá. Kemur Málfríður. Setur hann á bolta niður. Hallgerður yfir á Málfríði. Yfir á Hallberu. Hallbera kemur út vinstra megin. Það kemur Ásdís. Ásdís. Skipting sýnist mér. Hallberg ætlar að taka þetta innkast.
Prospera. Það reynaði einhverja skemmtilega takta en boltinn út af. Hafnhildur sendir þetta bara niður og það er Hallgerður. Hallgerður. Betsy Hassett er farin á velli. Helga Rakel Fjallarsdóttir komin inn. Útlitið ekki gott hjá Betsy. Hallgerður Kristjánsdóttir hans fædd árið 2001 en strax svona fyrstu sín þá verðist hún lítið út fyrir að vera mjög góð varnarmaður. Á 17 leiki að baki sem spila á síðast ári. Segi þá lítur mjög vel út Málfríður þarna í miðverðinum. Kemur Hildur í svona bolta. Hallberg gerir þetta vel. Kemur Ásdís. Færa hann yfir hægra megin. Málfríður. Sendir hann boltinn á Ásdísi og út hægra megin, vilja fá rángstöð, fá ekki, Ari Guðrún og sendi ekki fyrir en sendist þarna Jóhanna hafa komist inn í þennan bolta. Valur er ennþá með boltan. Hér kemur fyrirgjöfin, hreinsað frá. Það er vel gert. Katrín. Margrét. Missir hann bolta frá sér en Þórunn færa. Kemur Margrét. Margrét Jún heldur boltanum. Margrét María. Yfir á Hildi en fyrsta snertingin hennar ekki góð. Sandra sér þetta frá. Sérst það einhver skipting sem eiga sér stað. Meiðsli. Eygló sem liggur. Þetta lítur ekki vel út. Já, hún er búinn. Eygló er að koma á velli. Aftan í hægra fæti
bætt við venjulegan leiktíma hér vera smá töf á leiknum. Kemur Sandra með langan bolta út hægra megin og Guðrún reynir boltan fram. Ásdís spila þetta niður Söndru. Hallbera Jóhanna kemst inn á bolta og kemur Katrín, sendir hann niður. Þórunn bolta fram. Margrét María lætur bolta fara yfir sig. Rúmar 5 mínútur eftir af venjulegum leiktíma. Þetta gengur ekki í Mónika. Stelur þessum bolta, heldur áfram. Mónika reynir að senda hann og fær aukaspyrnu. Já, er þetta tækifæri KR-inga til að jafna? Það geti vel verið. En fyrst ætlum við að byrja á því að leyfa Val að gera eina skiptingu. Hvað sýnist kannski Signý Ylva komin inn. Hér kemur aukaspyrnan. Katrín tekur hana. Fínn bolti en yfir markið. Sandra þurfti nú ekki að hafa miklar áhyggjur af þessu. Ylva Sigurðardóttir komin inn á fyrir Eygló. Kemur Sandra með markspyrnu. Skalla Ásdís. Sandra nú út að Ragna og hér kemur skotið. Laglegt mark hjá henni, flottur bolti, gott skot. Ragna Guðrún Guðmundsdóttir, ég held að sé að gera útumennaleik núna. Ingibjörg í vesni með þetta skot. Það var bara glæsilegt hægri fótaskot þarna hjá henni. Íta sitt tækifæri bara vel í dag. Sandra og hleypur út á móti þessum bolta. Já, sýnst stefna í það að Valur sé að fara að næla sér í bikar í kvöld. Kemur Signý. Sendir hana niður. Málfríður. Upp hægra megin, þar er Guðrún. Spila þetta niður. Málfríður. Hallbera. Hallgerður. Málfríður. Þetta er niður á Söndru, hvað þarf hún að gera? Þessi er bara að fara að róa spilið niður núna. Vil ekki gefa færa á sér en áfram heldur þetta á, kemur langur bolti upp hægra megin. Það var að spretthlaup, Signý í þetta hlaup. Ingibjörg hreinsar frá.
kemur Margrét. Það sendir á Móniku, gengur ekki. Reynar að senda hún á miðjuna. Varsliði nær boltanum. Hallbera. Hallgerður út hægra megin. Málfríður, hún kemur með háan bolta upp, hægri kantinn, þetta glæsilegur bolti. Byttum við. Já, það Halldónum. Guðrún. Inn á Ásdís og Ásdís með skotin. Ingibjörg verð þetta. Og það hornspyrna sem Valur á. Ég sýnist nú vera önnur skipting á liðinni. Hér kemur hornspyrnan. Signý fyrir í þetta. Fyrir gjöf. Katrín hreinsar þetta frá. Klukkan komin á 90, örugglega 4-5 mínútur bætt við hefði haldið. Sandra kemur vinstra megin. Hallbera. Nú pressan frá KR orðin aðeins meiri. Það ekki beint ómögulegt að skora 2 mörk í uppbótartíma en það ansi erfitt gegn sterku liði. Eins og Valur með. Kemur Hrafnhildur. Og tekur Hildi með sér niður. Boltan niður. Ragna, Stefania sendir þetta niður á Hallgerði. 1,5 búinn af uppbótartíma. Sandra þrjumar þessu fram. Katrín sendir þetta inn á miðju og ætlar að færa sig ofar. Mónika. Flautuna í munninu sýnist mér. Nei. Kemur boltinu upp Signý. Nú kemur hlaupinn í teig. Stefani kemur hann á fjær. Aðeins og sett Hrafnhildur Hauks. Stefania skoti og Ingibjörg ver. Hún fær boltan aftur, skýtur og Ingibjörg ver aftur. Virkilega vel gert hjá henni. Þrumar þessu fram. Já, Margrét. Katrín. Setur hann með Hildur. Já, þetta vel gert. Út hægra megin. Þá kemur fyrirgjöfin og boltið eftir á fjær. Það Mónika. Þetta vel gert, góð hreinsun. Sendir hann á Hildi. Hildur er ekki að senda boltan frá sér. KR á þetta í kast.
Katrín. Hildur. Og þetta innkast sem KR á. Það er svo að minna að vera viðtölin á sport.is í kvöld frá þessum leik. Og strax núna eftir þessu leik er leikur í blaki. Það er 8. úrslit Kjurinsbikar karla. Hamar og HK eigast við og það verður svo dregið undanúrslit á meðan sá leikur er í gangi. Þannig að sjálfsög í beinni hér klukkan 9 á Sport TV. Og ég held að dómarinn fær nú bara bráðlega flautarleika og hann gerir það bara núna. Valur er Reykjavíkurmótsmeistari þetta árið og ekki í fyrsta sinn. Þetta er 3. árið í röð og glæsilegur sigur hjá Val. Og þeir eru að fagna þessu vel og innilega. KR-liðið veitir nú mikla samkeppni. Gott ef þetta er ekki 27. Reykjavíkurmótstitill Vals. Þetta eins og ég sagði á hann, þá var þessi tvö lið sem skipta þessum titlum á villi sinn. En þetta eru meira þessu komar. Það er klárt. En það eins og ég segi viðtöl eftir þennan leik og Björn Valtýrsson tekur þau koma inn á sport.is í kvöld. Verðlaunaafhendingin núna fara fram. Þetta er silfurliðið sem fær verðlaunapeninga fyrst. Margir merkilegir menn á vellinum. Þetta knattspyrnuráð Reykjavíkur, það er á svæðinu til þess að afhenda þessi verðlaun. Svo er þetta ekki fótboltaleikur nema að Hafliði Breiðfjörð sé á svæðinu og hann er þarna í mynd. Þeir eru ekki nógu vinnu saman. Það var náttúrulega fyrir að kippa þessum greið þess að fá þetta. En ég held að ég ætli nú bara að leyfa þessum myndum að lifa og svona tala sínu máli. Brynjar Gerðarsson heiti ég og ég ætla að þakka fyrir mig í kvöld. Tappa 200 ösku sinni. Já, heldur þú með þessu? Já.
Nei, ekki tala það. Það þess að það fara út. Það ekki aðstæðum sem að trubba þessum að haustu þeir líka bara pottan heim og grunnin í hann. Þeir að fara að píka þetta enn. Þú segir það strax. Það er búin að fyrir þeim núna. Vatti, við erum að streyma þessu. Nú Mjúkís einnig fáanlegur í hálfslítra umbúðum. Mjúkís, mjúk lending eftir matinn. Kjörís.
It's only been a week. The rush of being home.